Komið sæl og velkomin í Landsbyggðir. Gestur þáttarins að þessu sinni Aldís Hafsteinsdóttir sem bæjarstjóri í Hveragerði og hún sömuleiðis formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Hún fyrsta kona sem gegnir því embætti. Aldís, sumarið komið samkvæmt almanakinu. Hveragerði svolítið svona sumarbær. Já, okkur finnst það. Og það svo gaman að því að sumardagurinn fyrsti svona auðvitað sérstakur í hugum landsmanna. Og fyrir okkur Hveragerðinga ekki síður því að þann dag þá bjóðum við svona í fyrsta skipti öllum í heimsókn. Hveragerði svona sumarbærin, fólk hefur komið til okkar til að kaupa sumarblómin og fá sér ís á góðviðrisdögum og annað slíkt. Og sumardagurinn fyrsti markar svona upphafið að því. Þá koma fjölmargir til Hveragerðis og njóta þess að heimsækja Garðyrkjuskólann sem opnar fyrir gestum í dag. En ég bara svona fyrir höfuðborgarbúan, þetta vinsæll rúndur. Já, Hveragerði hefur alltaf verið vinsæll rúndur og það ennþá. Var það sérstaklega hér á árum áður þegar að Reykvíkingum fannst algjörlega tilheyra að fara í sunnudagsbíltúrinn og fá sér ís í Edeni eða í Mikkelsen. Við vorum líka með svona, athyglisverðar hluti til að skoða. Það var talandi kráka í Eden og það var api í Mikkelsen. Þannig að þetta þótti svolítið sérstakt á sínum tíma. Og ennþá það þannig að fólk kemur til Hveragerðisbæjar til þess að fá sér gott að borða, kaupa sér ís, kaupa sumarblómin, kíkja á garðyrkjustöðarnar, fara í sund, njóta þess að ganga í gönguleiðunum sem að við erum með nægt framboð af, mjög skemmtilegar. Þannig að Hveragerði klárlega sumarbærin, það rétt hjá þér. Þið farið svona, bara fljótlega skulum við segja að slá í 3000 íbúa. Já, núna erum við 2650, samkvæmt nýjustu tölum. Bæjarstjórinn fylgist mjög vel með íbúatölunni, heldur utan hvern einasta mann. Og ekki það við séum í neinni keppni að verða stærst. Það alls ekki og Hveragerðisbær getur ekkert verið í þeirri keppni því við erum eitt landminnsta sveitarfélag á landinu. En það breytir því ekki að það hefur verið mikil ásókn í að flytjast til Hveragerðisbæjar og það má segja að húsnæði hafi verið svo til uppselt á síðustu 2 árum og miklu færri fengið en hafa viljað koma og við erum mjög ánægð með það. Hvers vegna þetta og hvers konar fólk að flytjast til ykkar? Alls konar fólk. Það mikið, auðvitað mikið af fólki frá höfuðborgarsvæðinu sem að sér okkur sem valkost, vill kannski vinna áfram á sínum gamla vinnustað en flytja kannski aðeins út úr skarkalanum og losna við umferðina, losna við þetta svokallaða skull. Hjá okkur geta krakkar labbað í allt, þannig að foreldrar ekki bundin við að vera að skuttla. Þannig að það svona, við bjóðum öðruvísi lífstíl, öðruvísi lífsgæði, en við erum samt í túnfæti höfuðborgarinnar. Við höfum stundum orðað þannig, við bjóðum landsbyggðar lífsgæði í túnfæti höfuðborgarinnar. Við getum sótt alltaf besta til höfuðborgarsvæðisins, en við þurfum ekki að gera það frekar en við viljum. Hafið þið látið mæla ánægju íbúa? Já, við gerum það og það gerum við mikilli gleði vegna þess að þessar mælingar hafa verið að koma mjög vel út. Við höfum tekið þátt í henni svokölluðu ánægjuvók íbúa og Hveragerðisbær hefur undanfarin ár verið þar í efstu sætum og núna í síðustu könnun bar svo við og við vorum nú hamingjusum með það að Hveragerðisbær stimplaði sinn sem það sveitarfélag þar sem mest ánægja ríkir með þjónustu sveitarfélagsins. Og það þetta mjög gaman að því, ekkert að því að okkur langar endilega til að vera best í þessu heldur að því það sýnir það að íbúarnir eru ánægðir. Þeir eru ánægðir með þjónustuna sem bæjarfélagi veitir, þeir eru ánægðir með umhverfið, ánægðir með svolítið með hvern annan og með þann anda sem ríkir í bænum. Hveragerði svefnbær? Nei, við sofum auðvitað eins og aðrir, en þetta ekki svefnbær. Það mikil starfsemi í Hveragerðisbæ og til dæmis stærstu vinnustöðarnir hjá okkur eru mjög fjölmennir. Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands sem hefur verið rekin í 10 ára með miklum glæsibrag í Hveragerði ætli að sé ekki, það vel ríflega 100 starfsmenn þar. Svipað á dvalarheimilinu Ásey sem eitt stærsta dvalar- og hjúkrunarheimilið á landsbyggðinni. Og síðan eru fjölmörg önnur fyrirtæki, bara hótel og veitingastæðir, þeim hefur fjölgað mjög mikið. Og alls konar auðvitað þjónusta sem tilheyrir því, fyrir utan auðvitað stofnanir og annað. Svo má nú ekki gleyma Kjörís, sem eitt
sem stærsta iðnfyrirtæki á staðnum. En til þess að Ánægjuvogin hún stigi þetta hátt að sveitafélagið það hlýtur að leggja sitt að mörkum með margvíslegum hætti til dæmis að hafa sem fjölskrúðasta félagslíf. Já. Hveragerðisbær eins og önnur sveitafélag á landinu setur heilmikla peninga í bara menningu, í íþróttastarfið, í umhverfið og það sést. En aftur á móti svo gaman að því að leið og bæjarfélagi gerir þetta og leggur sitt að mörkum, þá koma svo aðrir á móti. Það myndast bara svona ákveðin menning og núna orðið þannig að bæjarfélagi þarf ekkert að standa fyrir tónleikum. Það eru nægir tónleikar sem að bara veitingastaðirnir og standa fyrir. En auðvitað við leggjum okkar á mörkum að sjálfsögðu og á hinum ýmsu sviðum. Og það er kannski svolítið gaman að því að eitt alskemmtilegasta verkefnið sem allavega ég hef komið að akkurat í gangi núna og það heilsueflandi verkefni fyrir íbúa Hveragerðisbæjar 60 ára og eldri. Og hún Jónína Benediktsdóttir sem nú Íslendingum á góðu kunn fyrir kunnáttu sína í íþróttafræðum, hún fór í samstarf við okkur og við bjóðum sem sagt eldri borgurum, ekki eldri borgurum, fólki sem 60 ára og plús, upp á ókeypis heilsueflandi námskeið. Og þetta hefur algjörlega slegið í gegn. Ég man bara held ég aldrei eftir svona mikilli almennri ánægju með nokkur eitt verkefni eins og þetta. Og ég get ekki betur séð en að þessi aldurshópur sé fyrir að bera sig með meiri reisn og þau segja mér að þeim líði betur í liðunum, þau eru búin að stunda göngur og sund og komin í lyftingar og alls konar fyrirlestrar og svo annað sem þetta hefur í för með sér, það þessi samvera. Þannig yfir 90 manns skráði í þetta líkamsræktarátak og þau hittast reglulega yfir vikuna. Það búið myndast svona mjög góður kjarni og það ofsalega góður andi og þetta gerir að verkum að fólki, það ekki jafn einmana, það kynnist betur, finnst það tilheyra hópi og ég held að þetta skipti allra mestu máli þegar við erum að búa til samfélag. Það að búa til samfélag sem fólki líður vel í, sem fólk vill búa í og þér finnst einhverjum þykja vænt þig. Og kannski þarf ekki að kosta svo mikla fjármuni? Nei, það þannig ekki að kosta miklu til. Þetta ekki kostnaðarsamt fyrir bæjarfélagið en mér finnst við vera að fá alveg óbóðslega mikið út úr þessu bara með ánægðari íbúum. Og það snýst þetta. Þegar þú ert í matvöruverslunni og hittir þitt fólk, hafa íbúar raunverulegan áhuga á starfsemi sveitafélagsins, hvaða nafni sem það nú gefið? Það eru næstum engir sem spyrja mig út í rekstrarafkomu sveitafélagsins. Ég man bara ekki eftir neinum. En fólk hefur áhuga á því að þjónustan sem veitir sé góð og í lagi. Ef að það misbrestur á því, þá hefur að sjálfsögðu áhuga, þú vilt láta laga það. En hvort að reksturinn skilar 20 milljónum í plús eða 100, ég held að fólk sé almennt ekkert að velta sér upp úr því. Það bara treystir sínum kjörnum fulltrúum fyrir að gera eins og vel og við getum til hagsbóta fyrir bæjarbúa og ef það tekst, þá fólk ánægt. Skiptum aðeins gír, þú ert formaður Sambands íslenskra sveitafélaga, sem fyrsta konan sem að gegni því embætti. Hvar liggja þínir áherslupunktar á þessum vettvangi? Ég auðvitað búin að vera mjög lengi í sveitarstjórn og búin að vera lengi bæjarstjóri. Þannig ég þekki mjög vel til sveitarstjórnarmála almennt á Íslandi. Ég þekki sveitarstjórnar fólk út all land og veit nokkurn veginn svona hvar skóin kreppir. Þannig að hjarta mitt brennur svolítið fyrir sveitarstjórnarstiginu, bara fyrir kjörum hins almenna Íslendings vítt og breitt landið. Nú situm við hérna og erum að horfa hérna á Íslandskortið og það eru svo margar áskoranir. Það er svo fjölbreytt verkefni sem að sveitarfélögin að sinna. Til þess þurfa þau auðvitað fjármuni og þar kemur sambandi sterkt inn í þessa hagsmunagæslu sveitarfélagana gagnvart ríkinu. Þannig að fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga svona það sem að skiptir hvað mestu máli. En ef þú spyrð að mínum hjartansmálum, þá til dæmis nú bara næstu því að verða búið uppfylla eitt af þeim, sem lenging fæðingarorlofsins. Það mál sem að sambandi sett á oddinn og bara almennar lífskjarabætur til fólksins í landinu og líka að reyna með öllum tiltækum ráðum
að viðhalda byggð í þessu stóra og viðfæðma land okkar. En bara það eitt sem sagt að lengja fæðingarorlofið í 12 mánuði, en síðan eru sveitarfélögin, þau eru að reka leikskólana og það í sumum sveitarfélögum ekki eins og tekin börn inn 12 mánuða, kannski eins og hálfsás. Nei, það er alveg rétt. Enda áskorunin verður í framhaldinu að láta þetta mætast með einhverjum hætti. Þannig og það verður kostnaðarauki fyrir sveitarfélögin sem við þurfum auðvitað að ræða við ríkisvaldið, með hvað hætti við gerum þetta. En mjög mörg sveitarfélög hafa aftur á móti verið að færa aldurinn sífellt neðar. Þannig að börn eru að koma inn á leikskóla sífellt yngri. Og það hefur tekist víða vel en auðvitað vantar upp á að það sé alveg hægt. En svo má ekki gleyma því að 12 mánaða fæðingarorlof hjá þeim sem eru í sambúð aðeins lengra ef þú tekur inn í sumarfríin sem að fólk getur búið sér til og rétt á í tengslum við það. Sveitarfélögin í landinu þau eru rúmlega 70 ef ég man rétt. 72. 72. Þú sast í nefnd hér árið sem hét Eyrúnar nefndin og lagði til ansi róttækar tillögur sameiningu sveitarfélaga og hvernig eigi að standa að því. Núna eitthvað að gerast í því máli öllu saman. Já, það Eyrúnar nefndin skilaði þessi tillögum að með minnir í lok árs 2017. Það tillögur fóru nú illa því að, illa, kannski ekki að segja það, en allavega daginn sem við ætluðum að kynna þetta þá féll nú einn ríkisstjórn, þannig að þetta lendir svona svolítið á milli skips og bryggju þar. En Sigurður Ingi, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, er búinn að skipa nýjan starfshóp. Og þar þú líka? Þar ég líka. Og þar erum við að tala framtíð sveitarstjórnarstigsins með hvað hætti með efla það til þess að gera sveitarfélögum kleift að taka á móti þeim verkefnum sem við svo sannarlega viljum hafa á okkar könnu. Hvenær að vænta tillagna þá frá þessum starfshópi? Það núna bara, ég eigum að segja, handa við hornið eða hvað? Starfshópurinn vinnur kröftulega þessa dagana og við eigum von á því að geta skilað af okkur einhvern tímann svona snemma vors, eða svona í vor, til þess að það sé hægt að fara að kynna þessa tillögur, því að það ætlunin að fara með þær í mjög víðtækt samráð í gegnum samráðsgátt stjórnvalda og eins líka að fulltrúar úr þessum hópi fari út á land og ræði bæði við sveitarstjórnarmenn og landshlutasamtök og íbúa þessar tillögur til þess að heyra tónin og hvernig fólki líst á. En þegar maður les Eyrúnar plaggið að þar lagt til bara ansi miklas sameiningar. Sko, í Eyrúnar skýrslunni gert ráð fyrir að það verði sett lög lágmarksíbúatölu og ef ég man rétt þá fyrstu tillögur að það verði sett lög að lágmarkið verði 250 íbúar, í næsta skrefi 500 og svo 1000. Og þetta verði takið svona ákveðið árabil þangað til við náum því þá að ekkert sveitarfélag sem færri íbúa en 1000. Núna þetta önnur nefnd, önnur nálgun, þannig að við verðum að sjá hvað kemur út úr þeirri vinnu. En ég held að það sé alveg ljóst að með einhverjum hætti þá þarf að bregðast við þeirri stöðu að það eru sveitarfélög sem eru varla sjálfbær og mjög fámenn og sem geta ekki sjálf sinnt þeim verkefnum sem sveitarfélögum ber að sinna og við því þarf að bregðast vonandi sem bestir sátt við alla. Ef við tökum bara fjármálin sem nú svona ein breytan í þessu öllu saman, má ekki búast við eins og Eyrúnar nefndin lagði til í raun og veru að það yrði veruleg fjárhagslegu hvati til þess að leggja til sameiningu? Á landsþinginu okkar sem var haldið í kjölfar kosninga hér á Akureyri síðastliðið haust, þá hélt Sigurður Ingi ráðherra einmitt mjög svona stefnumarkandi ræðu þetta þar sem hann boðaði fjárframlög, rausnarleg fjárframlög frá ríki til að styðja við sameiningar sveitarfélaga. Þannig að það ekkert óvarlegt að áætla að það geti orðið niðurstöða eitthvað í þá veru. Þetta þá í gegnum jöfnunarsjóðinn svo við þurfum nú að fara í tæknileg atriði eða hvað? Ekkert ólíklegt, en það liggur auðvitað ekkert fyrir en niðurstöðan komin, en auðvitað hefur það verið rætt, já. En þú sem formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, hvað sér þú fyrir þér ef þú hugsar bara nokkur 3-4 kjörtímabil fram í tíman að sveitarfélögum fækki mikið? Ég held að það sé óumflýjanlegt að sveitarfélögum mun fækka
og þau verða stærri, þau verða öflugri, en aftur á móti ég sé ekki fyrir mér, bara nú tala ég bara frá mínu sjónarhóli, ég sé ekki fyrir mér að heil og hálfu kjördæmin verða einu sveitafélagi. Að sveitafélagi geti tekið yfir vegalengdir, svo ég teki bara dæmi úr mínu eigin umhverfi, frá Hornafirði til Hellisheiðar. Af því að það held ég að væri svona andstætt þeim tilgangi sem sveitafélögin hafa að búa til svo stór sveitafélög. En sameining þeirra litlu einingar sem við erum með í dag, fækkun sveitafélaga úr því að vera 72 og niður í kannski, hvað ég segja, 25. Það er eitthvað sem ég held að framtíðin muni beri skauti sér. Þegar að sveitarstjórnar fólk að tala sameiningu þá einmitt mjög stutt eins og við erum að gera hérna í tal fjármál, en hinn almenni íbúi, hann mikið að spá í þetta? Hann ekki nokkuð sama hvað sveitafélagi heitir, bara ef að ruslið losað og svo framvegis? Jú, og ég held að það sé alveg hárrétt, og kannanir hafa líka sýnt það að þegar íbúar eru spurðir, vel flestir, þá snýst þeirra sýn á sveitafélagi miklu frekar það að þjónustan sé í lagi. Síðan getum við haft allar skoðanir því með hvaða hætti slíkt er best tryggt. Hvort að það er betur tryggt að þú sem íbúi, hvað ég segja, á Sauðárkróki fáir betri þjónustu af því að þínir bæjarfulltrúar búa í sama sveitafélagi og þú, eða hvort að þjónustan verði svo sama þó að bæjarfulltrúarnir búa bara á Hofsós, eða sem enda slæmt með því þau eru í sama sveitafélagi. Akureyri. En fyrst og síðast eru íbúar að kalla eftir góðri þjónustu. Sveitarstjórnarmenn aftur á móti hafa áhyggjur af því að sjálfstjórnin og kannski umhyggjan fyrir einstökum svæðum verði ekki svo sama í stærri einingu. Og einstakar, í sumu tilfellum getur maður sagt að sporin hræða suma, en það er svo mikilvægt að stíga einhver skref í sem bestri og breiðastri sátt, og núna til dæmis í gangi sameiningaviðræður á Austfjörðum sem eru mjög spennandi, því þar er verið að vinna með hugmyndir svona ákveðnar heimastjórnir í íbúakjörnunum sem hefðu mögulega bæði ákveð fjárhagslegt sjálfstæði og ákveð skipulagsvald. Þannig að þar eru þeir að fara að ræða sameiningu á mjög víðfeðmu svæði, en ætla samt að ávarpa akkúrat þennan hlut sem að svona eitt af aðalatriðunum þegar við erum að tala sameiningar sveitafélaga. Missi ég allt úr mínu sveitafélagi ef að við sameinumst. Étur stóra sveitafélag það litla? Nákvæmlega. En svo er líka annað, og ég hef stundum sagt það, stóru sveitafélögin verða að kunna vera stóra systirinn. Þau verða að kunna að leyfa þessum litla að vera til, leyfa þeim að blómstra. Og það er svolítil kunst sem ég held að við þurfum að mastera kannski aðeins betur. Finnst þér höfuðborgin kunna vera höfuðborg? Ágætlega, já. Oft á tíðum, já, mér finnst það. Ég er mjög stolt af Reykjavík sem höfuðborg. Í Reykjavík er menningarlífið með þvílíkum blóm að það er hreint með ólíkjöndum. Af því við erum þrátt fyrir allt ekki að tala stærra sveitafélag heldur 150.000 manna, sem að gefur okkur öllum landsmönnum tækifæri til að njóta menningarlista, íþróttaviðburða, alls konar hluta sem við á öðrum kosti hefðum ekki. En auðvitað getum að stundu sagt að það svona er einstaka sinnum sem að maður heyrir og finnur, eða kannski aðalega að tónnin er svolítið að þau skilja ekki alveg sjónarmið landsbyggðarinnar. En það er kannski bara eðli allra að vera, kannski áhugasviðið er mest heima hjá manni sjálfum og maður gleymir stundum að aðrir eru til. En höfuðborgin þarf auðvitað að muna þetta líka, klárlega. Á hún á að njóta þess að vera höfuðborg, sem hún gerir, og aðalega að hafa þá tilfinningu. Ég er stærst, ég er höfuðborgin. Leifum hinum að vera til líka og gera eitthvað gott þar. Ég heyrði það nokkuð víða í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna síðustu að frambjóðendur, þeir töluðu nokkuð víða það að samskipti ríkis og sveitarfélaga væri oft á tíðum svolítið stirt. Hvað segir formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga þetta? Samskipti ríkis og sveitarfélaga einkennast auðvitað að því að við erum í eilífðar baráttu peninga.
Ríkisvaldið fer með löggjafarvaldið og þar í rauninni ákveðið með hvað hætti við eigum síðan að framkvæma. Eins og bara rekstur grunnskóla, málefni fatlaðs fólks. Lögin og lagasetningin liggur hjá ríkisvaldinu, við aftur á móti og sveitarstjórnarstigið á síðan að framkvæma og uppfylla lögin. Og þar hefur stundum, þetta slegið í brýnu bara yfir kostnaðarmati lagafrumvarpa og reglugerða, þar sem að sveitarfélögum finnst á sig hallað. Það sé búið að ákveða eitthvað inn á Alþingi og við fáum ekki peninga til þess að framfylgja því. Þannig að það er svona helst að það snúi slíkt en svona frá mínum sjónarhóli þá eigum við afskaplega góð samskipti við ríkisvaldið. Við fundum reglulega með flestum ráðherrana til þess að kynna sjónarmið sveitarstjórnarstigsins og fara yfir þannig að þessi skilningur verði sem ríkastur. En sveitarfélögin þau svona að taka til sín einhvers staðar í kringum 30% af opinberum gjöldum. Annað gjald sem að þið horfið mjög til, það gistináttagjaldið. Já. Þið viljið fá það? Já, það viljum við. Og ríkisstjórnin vill reyndar láta okkur hafa það. Því að það er búið að skrifa það inn í stjórnarsáttmála þessar ríkisstjórnar að gistináttagjaldið eigi að ganga til sveitarfélagana. Þannig í grunninn nú svo sem ekkert eftir þar annað en að semja með hvaða hætti það verður gert. Þannig að ég lít nú á þessi bara tímaspörsmál hvenær gistináttagjaldið kemur til sveitarfélagana og sko hugsunin með því ekki að við förum bara að eyða því í eitthvað allt annað heldur en ferðaþjónustu, heldur hugsunin með gistináttagjaldinu að sveitarfélagin getur þá farið að byggja upp innviði fyrir ferðaþjónustuna sem sárlega vantar. Nú bara þessi klassíska umræða til dæmis vöntun og salernum. Það eru sveitarfélög sem hafa sett upp salerni vítt og breitt landið, kosta bæði uppsetningu þeirra, viðhald og að þjónusta þau, án þess að fá beina tekjur af ferðaþjónustunni til sín í staðinn. Af því að sveitarfélögin sem slík hafa ekki tekjur af ferðaþjónustu, önnur heldur en fasteignagjöld af því húsnæði sem hýsir ferðamennina og útsvarstekjur af þeim sem vinna við ferðaþjónustu. Aðrar tekjur höfum við ekki og meðan að ríkisvaldið hefur þá akkurat í augnablikinu bæði þetta eldsneytisgjöld af þeim sem fara vegina, gistináttagjaldið, virðisaukaskatt af sem sagt því sem eitt hérna innanlands og ég geti haldið áfram að telja. En það þarf nú ekkert að lesa marga ársreikninga sveitarfélaga til að komast að því að sveitarfélögin eru bara að stórauka sína tekjur og eru að lækka skuldir, þannig að þeim gengur bara ágætlega. Mörgum hverjum, það er reyndar misjafnt og það nú kannski bara jákvætt að sveitarfélögin loksins geti lækka skuldir sínar. En það má heldur ekki gleyma því að sveitarfélögin, það er heilmikil fjárfestingaþörf í gangi í mjög mörgum sveitarfélögum. Við sjáum núna sveitarfélög bara eins og Reykjanesbæ, Árborg sem standa frammi fyrir gríðarlegum fjárfestingum, svo ég tala nú ekki bara höfuðborgarsvæði. Ég er nýbúin að keyra í kringum nýjan grunnskóla upp í Úlfarsárdal sem kostar marga milljarða. Þannig að sveitarfélögin þurfa auðvitað að leggja mikið á sig til að viðhalda þeirri þjónustu sem við lögum samkvæmt eigum að sinna. Til þess þurfum við tekjur. Bara til dæmis, og ég taki eitt dæmi, löginum fráveitur sveitarfélaga. Þar uppsöfnuð þörfum útgjöld mjög mikil vítt og breitt landið ef á að uppfylla þau lög sem gilda fráveitur sveitarfélaga. Ég er ansins hættum að skuldast að margar sveitarfélaga muni breytast allverulega þegar og ef við förum út í það. Þannig að ég held að það er afar mikilvægt að halda þetta til haga að tekjustofnar sveitarfélaga eru einhæfir og þeir eru fáir og þeir eru gríðarlega viðkvæmir líka. Eins og núna sem við sjáum þegar til dæmis loðnubrestur verður mér vitalega hafa alla fundið humarinn heldur. Þannig að þetta mun hafa gríðarlega áhrif og leið og útsvarstekjur lækka, launatekjur fólks lækka, þá lækka útsvarstekjur í sveitarfélögum mikið líka og það sést mikið meira heldur en tekjuskattslækkunin hjá ríkinu að því ríkið er með fleiri og fjölbreyttari tekjustofna. Bara þessi staðreynd sem sagt að helstu tekjustofnar sveitarfélagana séu bundnar við atvinnutekjur en samt sem áður þá eins og þú segir að þá sem sagt eru þið með lögbundin verkefni og kannski kemur upp svo staða að sveitarfélög geta ekki staðið undir því sem að í lögum. Sko, maður getur alveg sett upp einhver svona worst case scenario sviðsmyndir sko. Þar sem að sú staða getur komið upp að tekjur sveitarfélag myndi falla það mikið að það væri erfitt að
að standa straum af þeim kostnaði sem felst í lögbundnum verkefnum. Ég vona að það verði ekki aftur á móti. Og sem betur fer líka hafa sveitarfélög verið að eflast. Tekjur þeirra hafa verið að aukast. Við auðvitað erum búin að vera í uppsveiflu, þannig að það sést líka hjá sveitarfélögum, en það gildir ekki alla. Það er mikilvægt að halda því til haga. Það eru svæði á Íslandi þar sem að þessi uppsveifla hefur svo til gert framhjá. Svona í aðdraganda kosninga minnstakosti þá sem sagt, mjög talað byggðastefnu, bara svona heilt yfir í þínum huga, byggðastefna meira svona í orði en borði að byggja landið allt og svo framvegis og allir hafi sömu tækifæri og sömu þjónustu? Stundum finnst manni það. Ég skal fúslega játa það að hjarta mitt er svolítið fyrir landsbyggðinni og mér þykir oft sárt að horfa til þess hvernig komið fyrir mörgum stöðum. Og byggða áætlanirnar hafa ekkert vægi ef þeim fylgir ekki fjármunir. Það bara er þannig. En ég bind samt vonir við það að það séu ákveðin verkefni í gangi sem að geta lyft svæðum. Við sjáum alveg hvað gerist leið og bara atvinna skapast. Við sjáum alveg hvað gerist á Vestfjörðum leið og fiskeldið verður að veruleika, hvað skeður á Húsavík þegar að Bakki fer í gang, hvernig þróunin hefur verið á Austfjörðum. Það verður að vera einhver atvinna og nú kannski kemur maður aftur á höfuðborgarsvæðinu og nú kannski langar mér bara pínlítið til að ávarpa atvinnurekendur. Því að þetta getur ríkið heldur ekkert gert þetta allt saman. Það er ekki ríkisvaldið eða sveitarfélög bú ekki til fyrirtæki vítt og breitt landið. Ríki og sveitarfélög getur þetta fært til stofnanir og fært til þjónustu. Sérstaklega ríkið þetta gætu búið til stöður út á landi ef að það væri viljið til þess. En líka einkageirinn. Mér finnst að einkageirinn eigi að horfa enn frekar til það uppbyggingar vítt og breitt út á landi því þar eru líka ákveðin gæði sem að geta komið fólki mjög vel, stabílli vinnukraftur oft á tíðum, aðrar aðstæður sem að ég held að við gleymum stundum að horfa til. Þú ert bæjarstjóri í Hveragerði, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Þetta er nú ekki 9-5 vinna? Nei. Ég held ég hafi aldrei verið 9-5 vinnu. Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri í Hveragerði, Blómabænum, Sumarbænum og formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Þakka þér fyrir spjallið. Takk sömuleiðis.